Mér finnst mjög erfitt að ræða öll þessi innflytjendamál, sko. Af hverju? Ertu hræddur við viðburðum? Finnst þér það erfitt út af þú ert ekki með góða greiningu á því sem er að gerast? Eða finnst þér það erfitt út af því að þú veist að ef þú myndir segja það sem að þér finnst, jafnvel sem kannski þú getur jafnvel sett hann fyrirvara að það væri svona educated guess að þú væri svona það búin að skoða þetta eitthvað? Sko, ég hef náttúrulega bara, ég á börn í 3 skólum í Reykjavík og bara er í íþróttafélagi og bara svona hef, ekki þekkingu, en ég hef reynslu sem er óneitanleg og sko, mín afstæða er svo að við eigum að hjálpa eins mörgum í neyð og kerfið ræður við. Hins vegar getur enginn sagt mér hvað kerfið ræður við eða hvenær kerfið sprakk eða En við getum sagt að það er sprungið. Það er bara, þú talar við lækna, talar við lögreglumenn, talar við alla sem vinna í einhvers konar félagsráðgjöf, allir eru sammála það, bara þetta gekk of langt og nú erum við búin að springa. Mér finnst ótrúlega erfitt að koma með einhverja niðurstöðu núna. Líka því ég séð, bara krakka í 6 ára bekk í Austurbæjarskóla sem bara mjög blandaðan bekk og svo, 5 mánuð seinna þá byrjar einhver útlendingur í þeim bekk og þar eru krakkarnir sem voru innflytjendur 5 árum áður bara, það var ekki útlendingur. og sem er geggjað og ég hef líka séð bara svona krakkar sem maður virkilega skynjaði að væru ekki að fá þau hjálp sem þau þyrftu að fá, sko. Og til hvers við vorum að segjast allir hjálpa þeim við ætlum ekki að gera. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.